Já, góðan daginn. Þetta Axel, Pétur Axelsson hérna. Að skoða skýin af svölunum. Sjá að fuglarnir eru að éta ormana hérna í garðinum hjá nágrannanum. Hérna er garðurinn okkar. Þvottasnúran, trén okkar hérna. En svo annað sem ég vildi benda ykkur á, það eru skýin, sjáðu þið. Þið vitið það, ég er alltaf að skoða flötujörðina og umheiminn. Það er nú ekki mikið chemtrail í dag. Ég er nú ekki að horfa á það í því samhengi, en ef þið horfið á skýin, þá sjáu þær eins og reglustrikka neðan á skýjunum, sjáðu þið. Það er alveg rennislétt. Neðri hlutin á skýjunum er alveg rennisléttur. Og svo bólstra skýin upp fyrir, hérna er alveg rennisléttur botn. Og svo puffar það upp svona á toppinum. Og hérna, þetta lítur út eins og skýin sé að fljóta á einhverju. Ef þið hugsið. Og þá koma náttúrulega upp pælingar eins og með eterinn og hvort að við séum í raun í miklu meira í þéttari massa heldur en við upplifum, sko. Eins og fiskarnir, þeir fatta ekki að þeir eru í massífu vatni, sko. Þannig að takið eftir þessu, þetta gerist mjög reglulega að skýin myndast svona og í pælingu flötujarðarinnar þá er spurning hvort að suðurpóllinn sé ís sem að fer upp miklu hærra heldur en skýin, sko. Og að súrefni sem við lifum í sé í raun miklu meira fljótandi massi. Ég er bara að pæla, sko. En það er svolítið merkilegt að rýna á skýin í þessu samhengi. Og þið sjá, þetta eru Samson ský eða í Simpson fjölskyldan. Sama tegund af skýjum og er þar. En þetta er svolítið pæl. Af hverju eru skýin alveg bara reglustrikku beina neðan en púft að ofan. Takk fyrir komuna, verið sæl.